Jæja, Hrafn, sigur í fyrsta leik í Svenvi. Hvað svona fyrstu viðbrögð? Bara ánægður að vinna. Þetta búið að vera eitthvað svona 2 vikna pása sem var að mörgu leyti ekkert sérstakt. Við vorum í rosa góðum takti, fannst mér í fyrsta einvíginu. Á móti kemur að við náðum Sölva inn, sem var gott. Við vitum það alveg, á móti þessu liði. Þeir eru með þannig mannskap, kunna það mikið í körfubolta, eru með þannig breidd. Þeir geta haldið kannski bara einhverju 75% level í gegnum heilan leik og ef við ætlum að taka einhverju stóra dýfur þá bara refsaður okkur. Og tóku svona mini-Ægir Þórs dæmi hérna þegar við vorum bara 14 yfir og Lars fær hérna högg á andlitið og fer út af og maður horfði bara einhvern veginn á okkur verða svona eitthvað værukæra sem verulega pirrandi. En það eru forréttindi að vinna leik og eiga fullt af hlutum sem maður getur gert betur og það var svo sannlega þannig núna. Hvað fannst þér svona vera ástæðan fyrir því að tóku þetta í dag? Í fyrsta lagi átti Veigar eiginlega í frábæra leik í dag og hann einhvern veginn svona hélt okkur við efnið með svona baráttu og algjör einbeitingu bara gegnum alla leikinn saman hvað ágætt og mér fannst hann vera stór ástæða fyrir þessu. Svo tókum við líka bara nokkrar ágætar ákvarðanir þegar við þurftum á því að halda. Við erum með stóran leikmann sem er mun betri kringum deginn heldur en hann stundum gerir sig grein fyrir. Og hann reyndar líka alveg brotið á honum aðeins oftar heldur en annað fólk gerir sig grein fyrir, en það skiptir ekki öllu máli. Við þurfum bara að finna hann oftar. Við hlupum oft kerfi, fengum skipti, ákváðum að gefa ekki á hann boltan og tókum svo kannski step back þrist eða eitthvað. Til þess að redda okkur á skotklukku. Alls konar þannig hlutir. En ég meina við unnum, þannig að Við unnum. Hvað er svona stærsta sem þú tekur með þér í næsta leik? eiginlega bara það. Bara glaður að vera 1-0 og hafa nóg af hlutum að tala næstu 2 daga. Því að við getum verið miklu betri en við vorum í dag. Herru, takk hérlega fyrir. Takk.